Pavel Bartošek, gjör svo vel. Já, takk kærlega fyrir góðar umræður. Ég er svona punkta hjá mér nokkuð sem kom fram. Það var nefnt það að þarna grein með 3 sem kom að svona því kjarnanum í málsgrein númer 3, persónukjöri, hún væri dálítið óljós. Ég svona geta einhverlega tekið undir það. Ég held nú samt að greinargerðin skilji þetta ágætlega, en alltaf má gott bæta. Þannig að við skulum nú bara sjá hvort það sé einhver leið til þess að orða þetta betur og myndi vera fegin að fá ábendingar slíkt. Þarna sagt, annars var sagt framboð með heimilt að bjóða fram 2-106 frambjóðendur og Karin þótti tölurnar ljótar. Það er nú kannski bara spurning hvað háskóla námar hefur á baki. Mér finnst 126 ekki sko ljótar heldur en 2-faldur fjöldi þeirra þingsæta sem á þingi eru. Mér finnst það mörgleiti styttra og skýr en já, spurning þar hámark, það er góð spurning. Ég meina það auðvitað, já, ég meina margir myndu sjá kannski einhvern misnöðlega möguleika á því að mann væri að bjóða fram 1000 frambjóðendum sem þurftur aðast á lista, en kannski er það ekkert stór atriði. Þetta er nú bara aðal hugmyndin okkur náttúrulega takmarka þetta neðan, svo menn get ekki krafið menn um það að bjóða fram 70 frambjóðendum. Nú, það var margir, það var alltaf 2 nefnt það í ákvæðinu um styrki til stjórnmálaflokka að það vantaði tíma ákvæði. Já, hér auðvitað einhver leyti greinir menn dálítið á hve ítarlegt slíkt ákvæði að vera. Ég hef nú litið á þetta sem svona megnum til markmiðs ákvæði, svo eru aðrir sem vilja hafa þetta ítarlega. Höfum það auðvitað í huga að svona greinar eiga það til að vera mest íþyngjandi fyrir þá sem eru að stíga sinn fyrstu skref í stjórnmálum, því að þeir sem hafa gert þetta í langan tíma eiga nú oft auðvelt með að uppfylla eina regluna til viðbótar, og almennt held ég að kosningar lög séu hugsanlega betri til þess að útfæra svona hluti, en þessi sjónarmið hefur verið komið á framfæri og við tökum þetta til skoðunar. Nú, það var líka spurt hvers vegna umræðum réttindi útlendinga í kosningum. Já, ég játa það að svo umræða var nú ekkit mjög ítarlega, en ég skynja á það kannski ekki endilega að í nefndinu væri meirihluti fyrir þeim sjónarmiðum. Þannig að þetta var nú látið þar við sitja. Það er auðvitað í fáum löndum sem er erlend ríkisborgarar hafa kosningarétt í kosningum til þings. Ég hefði nú alveg ekki því til fyrirstöðu að við myndum stíga fram og sýna gott fordæmi í þeim efnum, en þetta er auðvitað væri talsverð breyting og hugsanlega gæti hún svona orka tímann sjá allavega sumum. Nú, það var nefnt bæði slembiúrtak og það hvort auðir seðlar ætti að hafa einhver áhrif. Ég hef svona sagt það í gríni ef að það ætti að fylgja þeirri reglu að auð ákvæði túlkast í auð sæti, þá væri nú kannski svona dálítið fámennt í þessum sal, en kannski væri nú auðveldar að komast á samkomulagi hinn og þessi efnum. Ég reiknaðist að við myndum þá vera 7 og svo er rætt slembiúrtak sem er auðvitað bara stórt atriði, og ég held að það hafi nú ekki mörg löndstís að skref. Ég er nú svona aðkvæðan efasemtur þær leiðir. Það geta auðvitað allir því að úrslit kosninga eru á ráðinu á þessum fáum mönnum sem koma þá inn á slembi vali. Það var rétt nefnt hjá Katrínu Oddsdóttur að svo upptalning á möguleikum sem kynnt var á opnum fundi til þess að koma til móts við áhyggjur mannum að persónukjör hentaði illa þegar kæmi að því að tryggja jafnan hlut karla og kvenna á þingi. Hún er auðvitað engan veginn tæmandi. Franska leiðin til dæmis, hún var farin í Frakklandi, því þar í landi eru menn með einmiðskjördæmi og þar hafa menn fá úrræði rauninni heldur en að stilla upp ákveðnum valkostum þegar kemur að frambjóðendum. Serbneska leiðin, hún er í kerfi þar sem boðið upp á bundna lista, þannig að hún stendur til boða í þeim löndum. Ég get vel ímyndað mér að það séu til einhverjar aðrar leiðir, en nota bene þá er auðvitað ákvæðið enga síður vilja meina orða tiltölulega rúmt. Þetta dæmi sem ég tek það að nefndin í greinargerðinni það að framboð geti ákveðum að taka að framboð séu teknir inn í sýta hvað einhver hlutfalli. Þetta er bara ein útfærsla á því.
lögin eiga að tryggja það að framboð geti tryggt það að það sé sem jafnast hlutfall karla og kvenna meðal þeirra sem ná kjöri fyrir þeirra hönd. Og þetta útilokkar ekki fjölmargar af þeim öðrum leiðum sem nefndar eru. Til dæmis ef við myndum bjóða mennum upp á bundna lista sem auðvitað dálítið erfitt að koma fyrir innan þess kerfi sem hér verður að setja upp. En ef að það ákvæði yrði numið á brott í heilu lagi og við færum einhver aðra leið, þá myndi það geta tryggt það. Nú, það var líka spurt hvað þetta var að misnota kerfið með því að menn bjóðu fram, einhver Reykvíkingur bjóðu sig fram á Vesturlandi, Vestfjörðum og náðu þannig ákvæði, jú, það en þá verðum að hafa í huga, þá eru menn að kjósa, þurfum Reykvíkingar að kjósa þann mann og þá eru þeir auðvitað að auka bara fjölda þeirra sem eru boðnir fram í því framböðum. Atkvæðum fylgir alltaf einhver ábyrgð. Ef þú notar öll ákvæði þín á mann sem de facto Reykvíkingur, þá eru bara Reykvíkingar að kjósa Reykvíking. Það hefur engin áhrif á þennan lágmarks hluta sem tryggður í reynd. Ef það eru áfram einhverjir 10% íbúa í kjördæmi sem allir kjósa sína alvörumenn, þá munu þeir ná kjöri. Þannig að ég skil konseptið en ég held að þetta sé ekki raunveruleg hætta. En ég skulum samt skoða þetta betur. Nú, að öðru leyti þá þakka ég kærlega fyrir góðar umræður og hlakka til að við ná fram með þessar tillögur. Takk fyrir.